mér bráð þegar ég áttaði mig á því að það voru einstaklingar í svona framvarðasveit sósíalistaflokksins sem að einhvern veginn litu á mig sem nasista og níðing. Mér brá mjög mikið. Og ég hugsaði mig í nokkra daga og einhvern tíma hugsaði ég bara þetta bara eitthvað rugl sko. Ég ætla ekki að vera að þrönga mér upp á þetta fólk. Og mér fannst þetta líka leiðilegt þannig að ég hafiði stutt Sönnu í bara öllu. Það var ég sem að talaði við hana þegar hún 2018 þegar hún gekk svo í flokkinn. Því ég hafði kynnst henni gegnum Róttæka Sumarháskólann og mér þótti vænt hana og þykir enn og bar og ber enn mikla virðingu fyrir henni. Mér fannst mjög leiðilegt að sjá að hún hafði engan áhuga og hefur ekki ennþá sýnt þann áhuga að reyna að verja mig fyrir árásum þessara brjálæðinga sem að sumir hverjir eru hennar helstu stuðningsmenn. Ég á líka félaga og vini í þessari nýju stjórn sósíalistaflokksins. Fólk eins og minn ágæti félagi Sæþór sem er í stjórn félagsins sem er þarna. En við reynum að tala bara eflingarstarfið okkar og erum ekki að blanda þessu saman af því að það eru þetta fólk í stjórn eflingar sem hefur engan áhuga á þessu og hefur engan aðkoma að þessu. Þannig við þurfum að reyna að vera með svolítið svona skýr merki þarna milli. Og ég óska þessu fólki öllu bara mikils velfarnaðar í sínu starfi. Bæði henni Sönnu sem mér þykir vænt og mér finnst hún hafa staðið sig að mörgu leyti mjög vel og líka félögum mínum sem að hafa framið þennan mikla glæp að yfirtaka flokkinn.